Ja, Óskar, komin aftur heim til Íslands, komin í Víking, hvernig líður með það? Mér bara líður mjög vel með það. Mjög spenntur að spila í Víkinni, heimvalli hamingjunar og já, mér líður bara mjög vel með það, sko. Af hverju ertu komin í Víking? Víkingur hafði bara mikið áhuga á mér núna og aðeins í apríl og mér leist bara mjög vel á það og var svona, ég var ekki að fá að spila náðu mikið úti og ég sá bara miklu möguleika á að koma í Víking og sýna mig og bara gera mjög vel í Víking. Langaði þig að fara frá Sogndal? Já, eiginlega, sko, að því að bara að fá að spila fótbolta og bara sýna hvað ég get, sko. Þú veist, bara svektur með stöðunni þar? Já, það má alveg segja það, sko, ég var allavega ekki nógu sáttur, sko. Þú veist, þú varst ekki að spila nógu, þú veist, fyrstu ykkur ástæður eða var bara lið að spila vel, eða hvernig var þetta? Þú veist, mér fannst svona eftir að Víkingur sýndi áhuga í apríl að þá var ég var svona tilbúin að segja já við því, eða þú veist, ég var svona tilbúin að skoða það, að fara í Víking þá og svona eftir það að þá einhvern veginn fannst mér eins og ég var bara aldrei inn í myndinni hjá þjálfaranum og þú veist, þegar ég sá það þá var ég bara svona, já, ég nenni ekki að vera hérna, en svona utan alla var þetta svo sem alveg fínt, sko, því ég var búinn að eignast marga vina þarna og æfingu var bara mjög gaman, en ég bara hataði leikdaga, sko, því ég vissi bara að ég var ekki að fara að keppa og ég vissi að ég var ekki að fara að spila neitt, þannig að það var svona pínulegilegt, sko. Já, svona ferðaðins í gegnum þetta í apríl, þú veist, segir þú eitthvað við ráðamenn hjá Sogndal að þú ert opinn fyrir að fara? Já, eða veist, ég sagði, jú, ég reyndi að gera það, sko, ég talaði við sportingdirektorinn úti og hann sagði bara, og ég sagði honum að ég vildi bara fara því að ég sá að veru meiri möguleikar í Víking heldur en að vera í Sogndal og þá var hann bara svona, hann tók því mjög illa og já, vildi ekki leyfa mér að fara því að glugginn í Noregi var lokaður og hann sagði að þeir gæti ekki keypt einhvern í staðinn fyrir mig og það var svona helviti pirrandi, sko. Og þessi síðustu 3 mánuðir, eða þú veist, já, frá því að þetta var bara lítið að spila? Já, bara eiginlega ekki neitt, sko. Þannig, já. Það er bara eins og það er. Komin í Víking, hvað langaði þess að afreka þar? Bara allt sem er hægt að afreka svona eins og staðan er núna, sko. Bara vinna deildina og komast í sambandsdeildina, sko. Það er bara markmið númer 1, 2 og 3, sko. Þú fari ekki að spila fyrir hvað held ég, 20. júlí, það er svolítið byggðið það er. Svona, hvernig verður það næstu vikur? Næstu vikur verður bara, þú veist, æfa fullu með Víking og koma mér á fullu inn í það og kynnast liðsfélagurum og bara vera hamingjusamur í Víkinni, sko. Það er ekki mörg ár síðan þú varst í deildinni, en svona fyrir þá sem eru kannski fljótur að gleyma, hvernig leikmaður ertu? Ég elska að taka menn á, elska að skjóta, ég já, bara, þú veist hvað ég segja, bara góð leikmaður, sko. Áræðinn? Já, mjög áræðinn. Ertu, þú veist, vanur að spila á kantinum? Já, mér líður best á kantinum, sko. Vinstri að hægri, það eiginlega breytir ekki máli, sko. Akkurat. Er ekki rétt minni að mér að Víkingur var svona alveg áhugasamt að fá þig þegar að þú ert að fara út til Noregs, er það ekki rétt? Jú, þeir voru áhugasamir að fá mig þegar ég fór, jú, þeir voru það, sko. Og svona bara þeirra áhugi í gegnum árin, þú veist, örugglega 3 ár komið upp möguleiki að fara til þeirra, það lítur svona ít undir að, já, ég er til í að koma núna. Já, eðlilega að vera í besta liðinu á Íslandi, það er alltaf gaman að vera í því, sko. Bara þessi heildartími í Noregi, burtséð frá þessum síðustu 3 mánuðum, hvernig horfir á þetta? Bara mjög lærdómsríkt, sko. Ég horfði á þetta bara sem ég var betri leikmaður, betri manneskja, þroskaðist og bara, þú veist, ég sé ekki eftir þessu. Þetta var bara, mér fannst þetta mjög gaman og alltaf gaman að prófa eitthvað nýtt, búa í útlöndum, prófa svona, vera í öðru liði í útlöndum og þú veist, kann að tala norsku og þetta var bara mjög gaman, sko. Markmið núna að spila vel með Víkingum og svo skoða hvort það sé ekki hægt að fara aftur út? Það er alltaf markmiðið, sko. Bara gera mjög vel hér og já, bara skoða
fara aftur út sko, það er alltaf markmiðið sko. Þú sem sagðir á þann að lífið utanvallar hafi bara verið fínt. Maður sér það að þú ert mjög svona brosmildur, það er gleði í kringu þig. Þú veist, var þetta samt ekkert smá erfitt svona bara í heild sinni að fá ekki að spila? Jú, það var það sko, það var náttúrulega, maður vill alltaf spila eins mikið og maður vill, eins mikið maður getur að spila fótbolta og þess vegna er maður í þessu. En, þú veist, ég reyndi bara svona að, það, eins erfitt og það er, ég reyndi bara að hafa eins lítil áhrif á mig og ég gat sko, að vera ekki að ég var ekki að spila ná mikið, en svona, þú veist, jú, ég er alltaf glaður og alltaf svona hamingjusamur sko, þannig, þú veist, ég get ekki breytt hvernig ég er, skilur, ég er bara, þannig er ég er bara alltaf glaður og, þú veist, þótt ég sé ekki að spila nógu mikið, þá er ég samt einhvern veginn alltaf glaður út af allar sko, þannig, já, maður verður bara, þú veist, ég er bara eins og ég er, skilur. Spenntur að spila fyrir framan stuðningsmennina í Víkinni? Já, ég er ótrúlega spenntur að spila í Víkinni, það verður ótrúlega gaman. Takk fyrir þetta, Óskar, og gangið vel. Takk hérlega fyrir.